við erum lítið land og það, ég held að sé mörgu lítið erfiðar að ná jafn langt í öfgum í litlu landi heldur en í stóru landi af því að það bara miklu meira líkur að þú rekist á fólkið sem ósammálaðir sko. Ég held að ástæðan fyrir því að þetta podcast vinsælt og það að þú ert opaslega duglegur með að ná í fólk sem að sko, diskutera og rökræða hlutina af því það eiginlega ekkert leiðilegra en að horfa á tvær manneskjur sem eru fullkomlega sammála að tala saman. Þú veist, þannig að ég sé alveg svona, þessna held ég líka til þess að, þú veist, það oft verið að reyna sko líka eins og miðflokkinu við AFD, það grundvallamunur, sko. Miðflokkurinn er ennþá lýðræðislegur flokkur sem að, sko, maður upplifir ekki, þótt maður sé kannski ósammála með ákveðnum atriðum, þetta ekki flokkur sem ætlar sér að taka sko stjórnarskrárnar úr sambandi. Þú veist, það er ekki fólk með nasistakveðjur í gangi, sko. Þannig að þú ert með fullkomlega stjórn, þú ert með fullkomlega sko stjórntækan flokk, ef maður veltir fyrir sér í svona stjórnskipulagslegu samhengi, hann stjórntækur flokkur. Ég efast mjög þess að AFD séu stjórntækur flokkur, af því að þeir sko, kannski ekki, þú veist, og ég myndi aðskilja rosalega, sko, þeir sem leiða flokkin og fólki sem eru kjósan. Og ég held að það sé annað sem maður þarf að gera óbærslega skýrt. Það eru sko margir af forystumönnum AFD í Þýskalandi stór hættulegt fólk af því að þeir sem það hefur sagt og í verkum sínum virðast ekki taka undir svona grundvallar stoðir og þá ég bara að tala sko bara svona stjórnarskrár þannig að sko en ég skil að mörgu leyti þessar áhyggjur þeirra í Þýskalandi og þessari svona og með þeirra sögulega samhengi að hleypa fólki sem veist, með nasistakveður og fundum ekki ekki inn í stjórnkerfið en ég held samt að það væri sterkara þess að því ég flutti fyrst í Þýskalands þá veist, það voru náttúrulega þessi óbáslega sterku lög sem sagt hvað mátti ekki segja helförina og ég tók óbáslega marga debate þetta því ég hugsa alltaf undir niðri sko er betra að þetta fólk megi ekki segja þetta og finni þar leiðandi sko leiðir til að tala þessar hluti sem það virðist trúa á í staðinn fyrir að það sé tekist á við það í opinberu umræðu og með rökum og með staðurrindum sé hreinlega diskrediterað og ég held að þarna verður oft sko í þú veist líka í þessari vóku umræðu og svona þú veist að hræðslan við hreinlega að bara taka debateið og þegar þetta komið á stað sem er komið núna